Barokkhátíðin á Hólum í Hjaltadal nú haldin í 7. sinn og stendur í 4 daga. Aðalgestur hátíðarinnar að þessu sinni breski fiðluleikarinn og prófessorinn Peter Hansson sem heldur námskeið og stýri barokksveit Hólastiftis á lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudaginn. Peter hefur víðtæka reynslu af flutningi barokktónlistar og vill veg hennar sem allra mestan. Well, the thing about playing Baroque music with Baroque instruments is that you get nearer to what the composer wanted. So if you can go back to the days when Vivaldi was alive or Telemann was alive, and you find those instruments and you find the way they played, then suddenly the music comes to light. And it also comes to life. And then you can hear a different way, because in the composer's mind when he wrote it, he would have thought of this instrument, he would have thought of this sound. So it makes sense for us to try and reproduce this. But why do you love Baroque music? Well, it's like, why do people like Leonardo da Vinci, or why do people like Van Gogh? I mean, these are great music. There's some wonderful music written of this time. And these composers deserve to be listened to and heard forever. Their music will last for a long time, and I think it's beautiful music. Kannski ekki rétta manneskjan til að segja frá þessu hátíð, en ástæðan svo að ég að koma sjálf á hann í fyrsta skipti og svo heppin að fá að heimsækja Hóla að þessu tilefni með hljóðfæri mitt, bogan minn og félögum úr Reykjavík barokk, og þar þessi yndislega dómkirkja sem við erum nú búin að vera að æfa í allan gerda og ótrúlega mikið hljóðfæri fyrir svona hóp eins og okkar. Bæði upp á hvað hljómurinn þar fallegur og við fáum að tónlistin sem við erum að spila fara að njóta sín bara til hins ítrasta, og ég held að barokkhátíðin á Hólum sé mjög mikilvægt til þess að koma og njóta svona heims eins og barokkheimurinn Ég sá að þið voru mikið að stilla saman strengi. Af hverju þarf að stilla svona oft strengina? Já, það nú kannski, þetta náttúrulega voða mikill nördaheimur eins og margur heimurinn og það náttúrulega gaman að segja frá því að þetta eru kindagarnir. Þetta ekki stálstrengir eins og farið var að spila á tímum rómantíska tímabilsins í tónlistinni. Þannig að við erum að fara aftur í stíl, þó við séum náttúrulega barokkhópur í nútímanum, þá erum við með upprunalega hljóðfæri og upprunalega strengi og boga sem að var á þessum tíma öðruvísi. Hvernig barokktónlist öðruvísi heldur en önnur tónlist? Það má kannski líka barokktónlist helst með jazz. Það voða mikið að spuna sem maður getur lært sér í þessu tónlist, en það var gert ráð fyrir það. Bassalínan og sembalurinn voru oft bara skrifa bara einratað með tölu og tölusettundir, og það var ætlast til þess að semballeikarinn bara spuna út frá því, og með það þá getur maður lært sér að vera svona kreatíft og svona, það kannski meira frelsi í þessu tónlist heldur en í seinna tímum það sem var bara hvern einasta nót að skrifa niður og þú þyrfti bara að túlka það. En nú þetta ekki bara tónleikar á Hólum, það verður fyrirlestrar og þið eru með þennan fræga Peter Hansson með ykkur í liði. Ekki mikilvægt að fá einmitt svona stór snilling með sér í þetta? Jú, klárlega. Það náttúrulega barokkheimurinn út á meginlandi Evrópu náttúrulega bara hann hvað sem hann svona suðupottur Það í rauninni hálfgerðar poppljónsveitir sem eru eða sambærilegar við poppljónsveitir klassíska heimsins. Það eru barokkhljónsveitirnar eins og Freiburger barokkorkester og Konzertó Köln og svona hljónsveitir eru bara rosalega vinsælar og upptökurnar seljast í gríð og erg og rosalega mörg verðlaun sem eru veitt á þessu sviði úti Þannig að það mjög mikilvægt náttúrulega fyrir okkur að hitta einhvern sem kemur úr þessum suðupotti segi ég, en það hefur náttúrulega verið í gegnum árin þannig að við höfum haft barokkhátíð í Skálholti sem tekur 2,5 mánuð. Þannig að þessir 3 dagar og mjög mikilvægt til þess að bara hreinlega vera svona stöðbúði við svona frábæra hátíð eins og Skálholt og hefur verið síðustu 30 árin, og þangað hafa komið alveg æðislegir menn og konur til þess að
já, vera með okkur hérna hinnum í þessum fagheimi en allur samt gerður til þess að gleðja og hafa gaman að fyrir hinn almenna hlustanda. Þannig að náttúrulega allt gert til þess að hlustandi njóti þess.